Lagaprófessor segir fulla ástæðu til að endurskoða þann sið að handhafar forsetavalds fylgi forseta Íslands í Leifsstöð í hvert sinn sem hann fer til útlanda eða kemur til baka. Tíðarandinn sé breyttur. Sigurður Líndal, lagaprófessor, segir að full ástæða sé til að endurskoða þann sið að handhafar forsetavalds fylgi forseta Íslands í Leifsstöð í hvert sinn sem hann fer til útlanda eða kemur til baka. Hann segir þó virðingarvott við forsetann að einhver fylgi honum úr garði. Á síðustu 2 árum hefur 70 sinnum verið þörf á að handhafar forsetavalds veiti forseta Íslands fylgd til og frá Leifsstöð þegar hann heldur utan í embættiserindum eða kemur heim. Framkvæmd fylgdarinnar er á forræði forsætisráðuneytisins sem vill leggja hana niður, en forsetinn leggst gegn því og engu verður breytt nema í samkomulagi. Fylgdin er hefð frá lýðveldisstofnun og er hvorki bundin í almenn lög né stjórnarskrá, heldur er eingöngu táknræn eins og Sigurður Líndal lagaprófessor bendir á. Hann segir nokkuð til í því að þessi fylgd sé ekki í takti við nútímann. Við verðum að hafa það í huga að fyrr voru utanferðir forseta miklu sjaldgæfar en núna og minna að gera hjá handhöfum forsetavalds en núna, þannig að þetta eru auðvitað orðnir mjög breyttir tímar. Þannig að það væri svo sem full ástæða til að endurskoða þennan sið, en eins og ég sagði áðan þá finnst mér nú kannski eðlilegt að einhver fylgi forseta úr garði. Sigurður segir hugsanlega eðlilegast að það gerði forseti Alþingis, hann stjórni fundum handhafana og þetta geti verið einfaldasta breytingin. Hvers vegna þarf einhver að fylgja forsetanum ef að það hefur enga lagalega merkingu? Ég lít nú að það bara sem kurteisi, sem bara virðingarvott við þjóðhöfðingjann og við skulum athuga það að sýna þjóðhöfðingja virðingu er hluti af sjálfsvirðingu þjóðarinnar.